Jæja, þá hefst fjörið á ný. Það sjáu þið Brekkuskóla. Þangað ferðinni heitið. Komið sæl. Ég ætla að vera að snappa núna eitthvað. Ég að vísu með mentabúð, þannig að ég get nú kannski ekki verið að snappa frá að segja frá öllu, en ég ætla að gera mitt besta samt og þetta alltaf gleðidagur í mínum huga þegar eru mentabúðir. Við erum með Akureyri með 6 mentabúðir á ári og skiptum því á milli okkar skólarnir hérna, nokkur á Akureyri og í Eyjafirði. Við sjáum hérna hvert ég er komin. Brekkuskóli, það er skólinn sem ég vinn í, dönsukennari og er mjög áhugasöm upplýsingatækni og nú komum við hérna inn. Stoppa í bíli. Hó, hó, hó! Hver er maður? Hvað ert þú að gera? Ég er að nettengja hana Sæborgu sem hefur nú farið með okkur ferðalag. Halló! Þetta er hann Helena sem hefur ekki komið í Brekkuskóla í að verða ár. Hvaða? Ekki ár síðan. Það er bara eins og gær. Já, hann er eins og gær. Þetta er nú Denna sem er aðalmanneskjan í húsinu. Það er alltaf hvolf, hún mæti ekki. Þið þekkið þetta. Það er alveg þannig. Og segðu mig hver ætlar að koma hérna í ferðinni. Begga ætlar að vera hérna með okkur. Og það er Bergþóra sjálf. Já. Já, hann er aðeins lengra síðan hún var hérna. Aðeins lengra síðan hún var. En við komum alltaf aftur, eða ekki? Jú, við gerum það alltaf. Hérna er matsalurinn í Brekkuskóla og þarna er bókasafnið og við erum búin að setja upp hérna hraðapp stefnumót. Þetta lærði ég á Twitter, þetta orð frá Suðmennt. Þau notuðu þetta með þetta alltaf sniðugt. Þannig að þið sjáu hvaða forrit við ætlum að kynna hérna og þannig kemur fyrsti þáttakandinn. Hvað langar þig að kynna þér á eftir? Ég er að fara í sund. Þú ert að fara í sund? Yes. Ok, njóttu þess. Sem sagt ekki fyrsti þáttakandinn. Er bókasafnið okkar. Þarna erum við með flotta tölvustofu og þannig er nú Sigga sem að ræður ríkjum hér og svo erum við náttúrulega, er ég að fara að græja þetta. Þetta er ekki alltaf sem að maður er að gera. Hérna er fyrir Puppet Pals og hvað var Flips líka. Jæja, sagði hver er mætt á mentabúðir. Hvar ertu stödd? Ég er bara á skrifstofunni minni, í Kópavogi. Ertu í Mekka? Ég er í Mekkanu. Þannig að velkomin á mentabúðir. Ég er í Mekka spjaldtölvuvæðingarinnar. Já, það er rétt. Það var það sem var maunað mitt. Já, Ber kemur þarna. Verst að geta faðma þig, par. Fólk er svona að tínast inn. Góðan daginn, ég er að snappa á hérna fyrir mentabúðir. Blessu Helga, getur þú sagt mér hvað þú ætlar að vera með í dag? Heyrðu, ég ætla að tala rafrænar bækur, norrænar. Það er það sem ég ætla að gera. Og þetta er það sem að hún Helga var að tala endilega kíkja á þetta. Þetta er verkefni sem við erum í ásamt öðrum Norðurlöndum í Norðpúlsverkefni og þetta eru smábækur, rafbækur á netinu sem er verið að þýða yfir á öll þessi tungumál. Þetta er mjög hentugt til dæmis í tungumálakennslu og að kenna Norðurlöndin. Og þá er að hengja upp auglýsingarnar. Það er alltaf skemmtilegt. Ég greip þessa, leðan komið til að frænka mín. Myndirðu vilja segja hvað þú kemur? Ég kemur Stórhyrnaskóla og við erum að koma í fyrsta skipti á mentabúðir. Við erum mjög spennt fyrir þessu. Og af hverju komið á mentabúðir? Því ég hef mikinn áhuga á notatækni í kennslu og við erum að skoða það að fá okkur spjaldtölvur. Frábært. Og hvað eru þið lengi að keyra? Hvora leið? Svona cirka 40 mínútur. Eftir hvað að keyra þetta? Já. Getur tekið þetta hálftíma. Sem þið vel gert. Já. Og hún er búin að fá hvatningu, sko. Hún kom með námskeið í síðustu viku. Sko, pabbi minn myndi segja að þetta var allt í genunum. Já, þú bara hafa þannig. Heyrðu, og svo er hérna Hafsteinn. Já, sælblessu. Viltu segja eins frá þér? Já, ég er hérna alltaf að kynna iPad í námi. Hvernig ég er búin að nýta mér hann eins og fáir hafa gert, kannski. Í framhaldsskóla, það ekki? Í framhaldsskóla. Í hvaða skóla varst í fyrra? Ég var hér í Brekkuskóla, veit það. Það er líka hægt annað hægt. Auðvitað.
Hæ Stella, ertu ánægð með þetta? Þetta er nú Stella skólastjóri og eins og sjáu þá er bara fullt af fólki sem er komið hérna að læra saman. Hérna er við að kynna hvernig það búið fram fett. Já. Og ég þarf að losna við myndavélina hérna. Þetta er bara mína, ég skal greiða. Sjáðu hérna. Hér farið bara á netið og skrifið bara PHET. Þá kemur hérna pet.colorado.edu og við veljum það, förum áfram. Þá opnast þessi og þið skulið bara velja hérna Playville Simulation sem er svona sýnitilraunir. Þannig að við ætlum bara að fara að skoða það sem er í boði hjá þeim. Þú er ekki saman eftir þér og við. Er það ekki? Jú, þú er komin lengra. Þannig að ég er... Þú er bara búin með það. Þú er bara komin. Sjáu þið hérna. Hér erum við með fullt af valmöguleikum sem þið getið farið í. Þið getið farið í stærðfræði, þið getið farið... Og Big Beaver þá eru svona dýpri spurningar og þau svara inn á þessum vef en ég hef ekki farið í að nota þetta eins og ég hef viljað að þau velji sjálf eftir áhuga sín og síðan eru þau næst er það að fara í kópa og segja frá Austment, mætt! Júhú! Hvað segir Austment? Fínt bara. Nýbúin að halda mentabóði. og það er það er hvað ég segja svæði eða app til þess að búa til alls konar hvað ég segja kort eða myndir eða hvað sem er og þið getið sko búið til dæmis hérna svona Facebook hérna hvað heitir það? Þetta banner borðin, já. Eða Facebook uppfærslu sem sagt með mynd eða Instagram eða þá á Twitter eða hreinlega sko boðskort eða bara eitthvað venjulegt kort og það góða við þetta er að þetta er ókeypis og svo er alveg rosalega margar ókeypis myndir sem að þið getur notað eða svona sniðmátt fyrir það sem að þið er að fara að búa til og segjum að við ætlum að búa til boðskort þá smelli ég á það sko og þá eiga að birtast hérna ótrúlega margar myndir sko. Hérna kemur hún með, þú veist, ræður hring utan fiskin. Þá er ég að finna hérna hringin og fara með hann hérna yfir. Setti 3 kartöflur inn í hringin og litaði þær brúnar. Þá þarf ég að finna, þú veist, hvar eru 3 kartöflur. Og ef að ég gerir vitlaust, þá gerist ekki neitt, en það festast hérna. Og svo ætti ég að lita þær brúnar, þannig ég þarf að muna þetta sem. Og ég þarf að fara með litin og lita. Litaði brauði brúnt og setti hníf við hliðin á því. Þá þarf ég að finna hvað er brauð, þarf að lita það og svo þarf ég að finna hvað heita hérna hníf. Ég er státt í Kópavoginu, langaði að vera með ykkur í dag. Já, ég heita semst hérna, kannski að kynna mig einu hringveg. Þetta er semst fjær þeirra, af því að hún er ykkur lengst í burti, en hún er samt hérna á staðnum. Og þetta er svona telepresence robot sem er notaður núna eftir þróunarverkefni upp í háskóla. Og ástæðan fyrir að við komum kannski með þetta hingað í grunnskóla er að ég sé ótrúlega möguleika fyrir grunnskóla til þess að nota þetta. Vegna þess að ef maður hugsar að sko, hérna getur Begga verið bara í bara á staðnum og hún getur keypt og tekur pláss og allt það. Og þá er hún bara í rauninni einhvers staðar annars staðar en getur mætt hingað í skóla. Og það sem er, ég fór daginn á fyrirlestur þar sem var búið að rannsaka 12 ára gamlan dansandring sem hann gat ekki mætt í skólan í 2 ár en hann gat, vegna veikinda á að vara sjúkrahúsi en hann gat mætt í skólan í þessu líki og bara hvernig allt var og það. Þannig að ég sé fyrir mér að þetta geti verið ótrúlega sniðugt fyrir allar litlu staðir okkar hérna landið. Við erum að tala
bara Eyjarnar, Hrísey, Grímsey, Vestmannaeyjar, einhverja, eða bara litla skóla, að þeir getur verið, eða væri eitthvað svona stykki í einhverjum skólum á landinu, þeir getur verið að mæta í tíma, hvort sem það eru sko, það geta alltaf verið fleiri en einn, bakveg við erum stundum að fá nemendur upp í háskóla sem alveg 4 á bakveg og þeir eru að mæta í tíma og fylgjast með og þannig getur þetta verið sko, bara aðeins að brjóta upp þetta, að það getur þá fleiri mætt og það getur farið í hvað sem er fræðgreinar eða valgreinar og svona og jafnvel líka sem að kennarinn væri að fara og svo gott að vera bara, ok, handfóringurnar, bara check, bara setja allt þar inn. Og svo líka eins og með vikuáætlun sem ég að fikra mig áfram með, þá ég bara með tímana sem ég kenna á viku og síðan eins og í 7. bekk. Þau að vinna í Microbit og ég get sett á náttúrulega næstu. Ég get líka eins og séu hérna góða punktur. Ég get smellt á set 1 og bara mynd mig á það að þennan tíma klukkan þetta, þá þyrfti ég að vera búin að einhvern sem ótrúlega þægilegt og ég get valið að þess vegna að það minnir mig á í hverju viku eða Ég kannski að skrifa eitthvað á lyklaborðið, þá get ég gert það því ég get unnið prósentu bæði á iPadinum og á tölvunni, þannig að það mjög hendur. Breytir Kynningu og eitthvað svona ýmislegt. En þetta eins og þetta lítur út hjá mér. Hérna til vinstri ég með þetta allt flokkað eftir því hvað ég vil gera. Ég get farið hérna í All Notes og þá birtist bara allt sem ég búinn að glósa. Og þetta allt sem ég hef gert frá því ég byrjaði bara að nýta mér þetta. Já, hann stödd eins og hún sé stödd þarna. Hún stödd. Já, ég meira þetta. Það var bara að heilsa þér. Næs! Já, takk svo leiðis. Geggjað. Það bara magna. Það verður svona að gera kám eftir hendunum með sem ég að gera. Takk fyrir þetta. Takk fyrir bara fyrirlestur. Já, Hérna erum við að læra á QR-kóða, lesa það ekki? Svona ná ég eitthvað hérna? Nei. Nú erum við bara að klára hérna Hanssonar. Þess að fara í gegnum myndir og þess. Ég að ferma eftir mánu og maður að leita mynd